for that on the front page.
Spurning hvort það heyrist í mér núna. Snáðinn í byrja, fyrir alvöru. Það ekki alveg marka nafnastreyminu. Við vonum að lagðum þetta smá stund. Kannski leið mér að vita að það heyrist í mér eða ekki. Sem upp á ég sé ekki að laðara bara út í 1. Ok, það er semst hljóð. Ok. Það er gott. Ég er ekki með stilt þannig ég heyri mig sjálfum. Það er alveg að ég var að hugsa um. Ok. Ég var að spá. Ég var að spá í að byrja bara new game fyrst upp á að leyfa ykkur að sjá. Síðan er ég með deyfjöluslega leiknum sem er talsvert lengra inn í hann og sýnir svona meira án þess að spoila hendilega. Það er svona mikrofónið minna. Svo. Ok, þannig að ég vonandi sést og heyrist í mér, heyrist í leiknum líka. Svo. Sem að hljóði sér rétt að við byrjum. Já, ekki. Yfirmaðurinn er að fara að laga hljóð eða titilinn á streyminu, svo þetta er alltaf gerast. Já, ok. Þá er ég bara að pæla að byrja þegar fyrsta cutscene rúlla á þessu. Blaðar kannski ekki yfir það. Það er engin spoilerar, ég mun passa på það. Það verður engin massífur spoiler. Fyrsta mission er eiginlega bara upphafið, getum við sagt. Ég þarf bara að gera eina breytingu snöggvast og er að stilla allt í default. Nema ekki þetta. Af einhverjum ástæðum leikurinn með þetta sem cinematic. En mér er þægilega bara svona. Svo. Ok. Titillinn er komin á hreint, þannig að þá erum við mist að spila rétt. Allt þess að vera. Ég minna bara að þetta stutt þetta byrjunatriði, svona sem setur senuna fyrir allt saman. Þetta er svona meðlimir úr helstu glæpasamtökunum í Star Wars heiminum. Saga leiksins gerist á milli episode 4 og 5, áður en að Return of the Jedi byrjar. Þetta er hans Sliro. Each of you represents some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. Pikes, Crimson Dawn,
huts. It's a golden age for the underworld. The Empire's little Death Star gets blown to pieces and the Lord's distracted by a rebellion that won't quit. It's an opportunity to make millions. But, to my surprise, one of you sends a spy into my own house when I thought we all could share this feast. Nasio, I didn't come all this way to listen to lies while your Zedek Peshrats skim off our spice lanes. You know, my brother was heir to the family fortune. He's gone now. You remind me of him. He always came first. Even at dinner. If he finished his meal, he'd just take my plate. Alveg smá bróður issues í gangi á þessum. Go hungry. What is the point of this? If Zurich Besh wants partners, forget it. Being done doesn't work. Partners? Weren't you listening? I'm starving. It's time to eat. Zurich Besh sem sagt ný glæpasamtök. Hérna aðalpersonan, Kay-Vess, og ég leik að segja gældi, vinurinn Nix, sem ég finnst æðislega kúklegur. Hann actually skapaður fyrir þennan leik. Þetta ekki tegund sem hefur sést áður. Það nokkrir partar einmitt sem eru í leiknum sem eru búin til fyrir hann. Það ein plánetan sem hluti sögunar byrjar á. Ein glæpasamtökin og já, þetta dýr. Það sem sagt nýtt í Star Wars heiminum. Á meðan að hitt ætti flest að vera kunnulegt fyrir fólk sem hefur þekkir eitthvað til Star Wars heimsins. Svo. Hún er svona Han Solo típan smyglara, þá er hún ekkert rosalega henni gengur ekkert rosalega vel, hún segir það. Meðlutin af dæminunum hennar hefur verið hressilega úrskeiðis. Þannig að það er svona hún skuldar einum og einum peninga. Ég fíla hvað er dítalaður heimurinn, þeir eru lagt talsverða vinnu í að búa til umhverfi leiksins. Það eru sem sagt 5 plánetur eða svæði sem leikurinn gerist á. Nix. Hann er típur köttur, alltaf svangur. En ég meina, hvernig getur maður satt neyfið hann? My data spike. Yeah, and it's broken. Some scrap rat was selling it in the square. Says he found Já, baby, ég ætla ekki að gleyma porgunum hann lundafuglunum einmitt, þeir eru líka missættir. That's another way of putting it. You've got no crew, Kay. And you keep going in along with Baby, þetta er sætur, það skortir ekki. You want it done right? You do it yourself. I get it. Þetta er sem It's sagt, some bad luck. leikurinn byrjar sem sagt hérna á þessari plánetu. I live in an attic. Why don't you stick around the broken roof tonight? Toshin held ég menni það ekki. You up with something small, an easy hustle. Þetta er sem sagt tungl upprauð til hana plánetu. Then I got plans. Take some credits. For the data spike. I'm good. Svo. Then I'll put it towards your rent. I said I'm good, Bram. Það er hægt að stunda ýmiss konar fjárhættsspil meðal annars að velja á þessi dýr, ég man ekki hvað heita, þau eru svona hestadýpur. Það er að vera það og það eru ákveðin mission sem komið svo seinna sem eru
sem eru þarna þetta svona hægra úrslitin hérna. Þarna sem sagt við erum sem sagt reyndar núna í þarna Kantor. Þetta Spilavitsborgin sem sást í episode 8. Nei, maður rétt, við tjónaðum The Last Jedi. Þar sem Binnuðu þurfa að fara og hitta akkarinn eða Slicer. Sem vil skemmt að til að hún einmitt Slicer líka. Þú getur sem sagt hakkað gegnum vissar hurðir og svoleiðis. I need to give you something. What is it? It's the bill. But the 3 Melura and your little scud stole from me last week. Hey, you don't know that was Nyx? I only ever seen one of him anywhere. You pay up soon, or I'm turning him in. Við skuldum klálega öllum pening. Og heldur henni upp takkanum á krossinum á fjastringunni, þá er hægt að svona Hey, Nafis. á svona, hvað svona, sjá það sem hvað segja, sjá sem hann skynjar. Þetta er svona hálfgerð svona detective vision í baknum. Þetta er svona aðeins séð óvinni Sorry, yeah. og þetta batnar með tímanum þannig að þetta verður svona sterkara. Það er alls konar hluti að finna og líka stela. Þannig að það er sem sagt vendors í öllum helstu svona hubbanum sem selja þér ýmsa hluti, en þú ert samt bara alltaf með sömu vopni. Hérna sést hvað Nyx getur gert. Þú heldur henni vinstri bumpertakkanum á festringunni eða einum á pleysinu festringu og þá getur þú svona séð með því að skíma yfir hvað Nyx getur gert. Eins og hérna við getum stólið en það þarf að vera snöggur að íta takkan þegar hann er að stela upp og að vera ekki gripinn below volgur. Og hann getur líka distrakta óvinni og seinna meir getur hann það er ekki komin eitt ennþá í menju, getur hann sem sagt ráðist á óvinni og hjálpa þér í bardögum og svona fleira sem gera verkum. Hann er óvenjulega svona hagnýtur andstæðingur eða sem sagt andstæðingur, bandamaður. Preben. Nopatake, Chichinoga Betisa Togamna, Nasit King Pint Ut, Chituana Ubaja Pago Yamasif. Hún er sem sagt, já, að fara að fremja rán í volt til þess að fá auðvitað peninga og koma sér klípunni sem hann er í og að sama tíma auðvitað komast aðeins áleiðis í heiminum. I'm done with Kanto. Avacanto Sati Uba. Eins og í öllu svona sögum þá bara sjaldnast hlutinir eins og maður býst við. Aku, Anuma Tinka Zakutu Utwata. Sko, datespackin sem þú notar til að hakka svona Slicer er mínileikur innifalinn í honum sem er að þú sem sagt hann er svona music based. Ég skal ekki að ég var ömurlegur í honum. Hann gerði mig gráharðan þegar ég var að spila leikinn í gegn þegar ég var gagnrýninn sem ég veit svo skemmtilega til að það er auðvitað gagnrýnið í leiknum þegar komin á Nerd Norðsins sem birtist í gær þegar embargoði lauk. Leikurinn er sem sagt núna komin í þess að kallast Early Access. Ef þú keyptir dýrar útgáfu leiknum svona Gold eða Ultimate Edition af leiknum þá getur þú byrjað að spila fyrr, annars er leikurinn kemur út á föstudaginn. Þegar þú ferð yfir hluti sem þú ert að fara að stela þá kemur svona appir sem þú vilt merki við hliðina þeim sem gefur til kynna að þú ert að fara að stela, þannig að maður að passa sig að vera ekki alltaf duglegur alltaf að pikka upp hluti eins og þú getur lent í því að sem sagt fólk í kringu því tekur eftir því og þá ert í vondum málum.
Það eru síðan setja mér svæði í á borðanum sem eru lokuð af að þér nefnum sérst í góðum máli með eina glæpar fylkingu leiksins. Það eru 4 svona criminal syndicates í leiknum. Það er eins og sá staðan, við sáum 3 eða reynda 4. Fyrir vikið þá eru 5, fyrir ekki, Sirubes er þetta nýtt. Það er Sirubes sem Sliro-gaurinn er með, er yfir, síðan með Crimson Dawn og Hat Cartel, síðan Pikes og síðan er Shaggy Clan. Það er raunverulega ný glæpasamtök sem voru búin til fyrir leikinn og við rekkumst á þau þegar við fyrir ákveðna snæfi þakta plánu til setna meður. Öll þessi glæpasamtök geta boðið vinnu og gefa ákveðna bónusa fyrir að vinna fyrir sig og stundum gerist það þannig að þegar þú ert að spila þá kemur upp valmöguleiki kannski að hey, þú ert að vinna fyrir Pikes en hattarnir bjóða þér betri díl peningalega séð ef þú spíkur hina og vinnur fyrir þá og svoleiðis. Þannig að það er hagur stundum að sussa en þú ert að passa þig að það getur kostað þig annarkvæmt pening eða jákvætt eða neikvætt orðspor hjá ákveðnum fylkingum. Og vandamálið er síðan ef þú ert í of miklum vandræðum hjá einni fylkingu þá getur þú að loka fyrir viss svæði og gert miklu erfiðara að komast að þeim nema þú vinnir þig upp hjá þeim aftur í álitum eða bara ferð inn og laumast eða notar byssuna fyrst og fremst til þess að komast í gegn. Sem býð þá, þetta er ný vandræði, svo þetta er svona þú þarft ákveðið balans stundum á milli að halda þeim öllum góðum en eins og vitamál það er ógerlegt í raun og veru að halda þeim öllum góðum vegna þess að þeirra samtök munu alltaf berjast peninga og völd. Þannig að það er eiginlega nær ógerlegt að gera það. Þannig að þetta verður svona ákveðið dæmi. En þetta verður aldrei samt of erfitt. Mér fannst það ekki þegar ég var að spila leikinn í gegn. Mér fannst aldrei erfitt að eiga við það. Mér fannst stundum pínandi hvaða leikurinn er. Stífur á vissa hluti. Þess að kannski þarfst að hafa í huga þú til spilleikinn að þetta er ekki, þú veist þetta spila sem bara svona smagleg típa eins og Hans Ólaf, þannig að þú ert ekki með einhver power sem eitt svoleiðis. Heldur ertu meira að nota við hugvit og fleira. Eins og hérna, við þurfum að komast inn og þá getum við bara hérna inn. En einlega að komast hérna er að gera þetta. Þetta er sem sagt lockpicking í mínuleikurinn. Þið getur fengið að segja hérna hvað ég lélegur í honum. Það var lökuð þessi fyrsti frekar auðvöldur. Sko, þú lendir stundum í því að þurfa að gera lockpicking nálagt öðrum óvinum og eða þú veist reynilega laumast fram hjá þeim og þá þurftu að vera mjög snöggur eða snögg til þess að unlocka eitthvað. Þannig að það getur verið svolítið frustrerandi þegar þú ert að reyna að fara í gegnum þetta og þú veist endalaust að berja haustum í vegginn að sem sagt að reyna að gera þetta. Nix er þetta mjög hendur upp á þetta, hann getur hjálpar að opna fullt af höfðunni, þegar miður getur ekki lockpickað, þannig að þú ert ekki í góðum málum þar. Eitt sem ég reyndar fann fyrir eitthvað fljótt, eins og þetta vinnur ekki lyktinni hérna. Já, eitt sko sem ég fann semst er að þarna í settings í leiknum þá er hann með mjög gott svona accessibility stillingar og meðal hans getur þú algjörlega customize hvernig þú vilt. Hérna eins og hérna lockpicking difficulty því meira sem gerst erfiður þú vilt það og hérna þú veist, þú getur fengið fleiri eða færri og einnig sem sagt leiðir til að hjálpa við vissa hluti einnig
hreinlega leyfir þetta þér að sem sagt algjörlega skipið svo þann hátt að sem sagt þú þarft ekki lengur að taka þátt í mínleikum sem er mjög þægilegt, það er ekkert allir sem hafa getuna til þess að endilega geta spila svona leiki og viðbragða og fleira, þannig að mjög þægilegt að það skuli vera fínar aðgengilsstillingar fyrir fólk sem ekki sem einhver hreyfihömlun en annað þess. Hún og síðan fólk sem þetta er litblind og fleira. Svo það er gott að nota Nix svona þess að hann getur gefið mann til kynna þú veist vissa hluti. Hérna er þetta frekar einfalt, getur við sagt. Svo við erum að reyna að stela skilríkjum til að komast inn í byggingu í Kanto til þess að geta stólið úr heislunum þeirra. Hey, so You're not on the list. oh my Preben should. Og það koma síðan upp svona valkostir eins og hérna og það segir það til þess að hei, þú þarft 100 credits til þess að komast fram hjá honum eða þú ert reyndi að blaffa þig. Og hérna til þess tókst hvorugt. gotta be a way past him. En það er oftast í öllu svona leiðir framhjá ef þú bara gefur þig smá tím. Það er þarna sem sagt flestum svona aðalpörtum leiksins er þarna sem sagt fleiri leið til þess að leysa verkefni. Þannig að þú getur nýtt þér þess stundum. Hey, the bouncer's a Slimo. Varel? Yeah, let me guess. Loves it more than his mother? I think. Já, hérna til þess fáum við vísbendingu að elska mótjóru sitt, spýtir eins og svolítið mikið, svo ætlum að ljúga honum að sé einhver pakki. Hey, you know anybody who owns a T-85? Yeah, that's my ride. Nice speeder. Some scrap rats are outside trying to jack it. What? Get out of my way. No one scraps my Jobin. I just got it modded. Sko. Þannig að þetta er svona góð svona mælikvarði stundum með líka hvernig gameplay er líka með þegar þú ert ekkert endilega, þú græðir ekkert á því að fara inn bara skjótandi fyrst vegna þess að þeir eru ekki þannig karakter og hún mun lifa nættir oflega lengi ef það er. Svo. Þetta er oft mjög góð leið til þess að komast áfram. Það væri reynda mjög næs ef maður geti Okay, let's pick that log, grab the identicard, maður geti sem disappear. sagt halið persónuna, svona taka hitman pínu og geti nýtt sér það að sem sagt minnka líkurnar einhver lappi á manneskina. Einmitt. Sko, hérna er sem sagt, já, segir hann hvernig það virkar. Ég held bara, það er eitthvað þetta er enda hjálpar svolítið mikið. Með að setja þetta accessibility þá hjálpaði mér þetta mjög mikið að geta Oh, come on, Preben. Your Go place get didn't have a pressure switch. vissa loftið þetta. Hey, Varric. Það er svona minigame að tæla niður. Svo. Hún sem heilsa. Oh, okay, we gotta get out of here. Já, satt. Það er reyfið upp satt sem gerði It fyrst. wasn't supposed to go down this way. What have I done? Það er eitthvað sem þú tegir oft þegar ég að spila leikin er að þetta á ekki beint að fara svona. Nix, attack. Þannig að Nix er mitt þægilega í þetta til þess að svona jafna aðeins út Okay, Nix. vissa parta. Try to stun them. Úps. Aðeins að fljótur á mér.
getur notað stun dæmi, svona eins og fólk mann eftir Star Wars þegar þessi Princess Leia var skotin með geislabyssunni og vagnast þetta. En þú hefur bara eitt skot í smá stund svo þú þarfst að vera svolítið þarna gáður hvernig að nýta það. Þú getur appitað að setna mér, þannig að það styttir á milli, en Really not almennt the time to eat, buddy. hefur mjög þetta one shot og þú ert að velja rosalega hvernig þú ætlar að stanna og hvernig ekki. Þannig að þetta er svona pínu öðruvísi, en þetta er góð svona, þetta gefur svona gott vel til kynna samt einmitt hvernig þetta er svona þessi öðruvísi leikur upp á þetta. Ég loka oft hurðunum, ég veit ekki af hverju vegna þess að það er ekki eins og það hafi neitt að segja. Það engar ekki að hafa Tína blessaða Nix, hann beinir alltaf út. Svo. Ok, akkur held ég sé einhvern hring? Vegna þess að einhvern hring. Gullfiskur. Ok. Pínu átt að döl, alltaf. Svo. Hérna. Nei, ég var hérna eftir hann. Ángað. What are we gonna do, Nix? I never counted on getting caught. Það er mjög gott að geta nýtt sér svona loftslokka til þess að fara í gegnum svoleiðis. Það er eitthvað sem þú myndi gera slatta af í leiknum. Okay, we got the identity card. The hook. We'll be safe there. We lay low for a while. We don't leave the attic. Yeah. Hvað getur mögulega klikkað við það? Nákvæmlega. Svo. Ég verður að segja, mér finnst leikurinn mjög flottur. Hann getur verið rosalega flottur á köflum. Ég er semst að spila Xbox Series X útgáfuna sem er Come þá on. Back to the cantina. svipið eins og The blessað only place we'll be safe. PlayStation 5 útgáfun. No Bram. Svo. Good. That's a conversation I don't need. En hann er auðvitað aðgengilegur fyrir PC líka, en hann kemur ekki út fyrir gömlu, sést PlayStation 4 eða eldri vélar. Það skilur mann það frekar vel. Þannig að Bram, I don't want to talk about it. You thought you could just walk in there and steal the most valuable scan docs in Kanto. I told you. þessi barhægandi er svona, hann er algjör fóstupallin, getur við sagt. Þannig að við erum ekki skild, en hann er svona búinn að passa upp á hana síðan hann var yngri. Og You say nothing. klálega ber Hagener brjósti, oft meira en hún sjálf virðist þeirra. Come on! She's not here. Liar. Vandar að skuldar öllum peningum. Öllum peningar, það var klálega erfitt að In fact, I'll help you find her. díla við þetta. Svo. No. It'd slow us down. Let's go! Ég er svo vissum að myndi drepa hann þegar hann gerði þetta. Ég sá þetta fyrst. Það var ólega næs með vetru sinna grimma samtök. Bram, It's nothing. your leg. It's nothing. En nú fáum við nýtt verkefni I risk. og það er að verið kickstarterinn af öllum atbyrðunum. You finish this job. Og Score alone is enough to buy you a damn shuttle-off world. It's what you want, right? Time to go, King. eins og við erum búist þá erum við að fara að ræna gaus sem kannski er ekki mjög gáðilegt að ræna. Í sjöfnum við I'll come dagsins. back. No. You won't. Það sem tekur raunlega núna við er semst hæstið sjálft og þú þarfst semst að hittir ákveð crew Six skins all over the place. og I can't let them see us þurfum að next. taka þátt í hæstinu með þeim áður en þú getur komist í burtu. Svo.
Það slatti af svona missionum í leiknum, svona stealth missionum. Það stundum frústrandi að þú getur ekki losaði úr klípunni þegar að þú ert kannski gripinn, eins og með því að þú veist í versta falli að skjóta einhvern eða eitthvað svoleiðis. Það stundum frústrandi vegna sem maður vildi geta bjargað sér svoleiðis, en það kannski vegna sem maður spila Metal Gear Solid leikinn á Hitman og ég veit ekki hvað oft maður ætlar ekki að vera ætlar að vera stealth og endar í því að bara skjóta byssum endalaust, þannig að það er kannski ástæðan. Það er smá tíma að venjast þessu, þetta er mjög skondin staðstæðning hvernig þið nota takkana, að þú ert að nota íti niður hægri pinnan til þess að grípa utan hluti til sveiflæðinu. They caught up with Preben. I guess I'm not the only one who needs to get off of Kanto. Okay, Bram's data pad said the contact's name is Denian. They should be just Denian. Svo, byrjum að vera komin að þessu. En ég var síðan pæli bara að hoppa fljótlega yfir í síðan save setna mér. Þessi, Where you from? ég er búinn með leikinn. Já. Það er fínt svona eins og maður segir að þessi partur er búinn að svissa yfir. Mér finnst hljóðhönnun og tónlistleiks mjög fín og það passa vel svona inn í You're local. Yeah. inn í heiminn. See it like this. Það mynd helsta Looks like a fun gerðnunar. town. You're not from here. Who's the mark? A boss named Sliro. Runs a syndicate called Zarek Besh. They're new. They're Eins og við sáum á hann, þá Sliro ekkert the rosalega underworld scared. skemmtileg náungi. Security. Enough. But a fortune for us if you can get to his vault. Password override. So, You and your little friend there better be as good as Bram says. það engin hagur að sem sagt fara inn bara guns blazing. Þú getur það ekki raunlega bara vegna þess að Kay You're stopped. drefst bara með hraða ef svo er. En það er ekkert rosalega gáðilegt að gera það. Svo. Ups. Smá högti stundum í leiknum en ekkert eitthvað How are we alvarlegt. kicking this off? When you're in position, we'll attack the main entrance. Your job is to sneak in, disable their security, and get to the vault. Þessi You guys don't mess around. aðalframandi leiksins, Massive Entertainment, eru svo sænskir, eru í Ubisoft í dag Enjoy og the þeir view, sem Ness. sagt hafa hingað til verið þekktastir fyrir It's the last time Division we're gonna leikina, see it. síðustu 2 Hope Bram's og okay. gerðu Taught me so Avatar much. fram til þess að Pandora leikin sem kom Look út how fyrir I jólin paid fyrra him back. og actually óvinnilega góður þráttur allt saman. Áður voru þeir einna þekktasti fyrir herkjenskuleiki en eru búin að sleifir í Come on, þetta. Phoenix. We gotta climb. Það er slatti sem að þarf sinna að gera þetta, klifra aðeins og þvælast og en það er aldrei Denian, I see a óþarlega tower pirrandi up fyrst ahead. mér. Could be my way in. You're the thief. We're in position. And waiting. Sko, hann er þetta svolítið front-heavy cutscenes. Svona, þú veist, það er verið að trigger allt saman, það er verið að setja svona, hvað maður segja, sögursvið. En þegar það er búið þá svona aðeins Don't look down, Nix. víkkar þetta út. En síðan koma svona þegar líður á söguna svona að byrja aðeins. En aldrei eitthvað svona, þetta er engin Metal Gear Solid. Denian, Svona hvað ég elskar þá ekki, looking þá at er the þetta ekki mansion. þannig. Þetta er ekki, Exactly how rich is no. this Sliro guy? He's top 5 outer rim for sure. Sliro built Zarek Besh from the ground up, and that ain't cheap. svo, It's his own personal criminal empire. Other than that, ég var viss nobody mér knows myndi klúra anything þessu. about him. You sure know how to pick a mark. You want to get rich, you have to go where the money is. Sko, það er ekki að vera mjög gáður til að fatta að þetta mun ekki fara ganga vel.
og Kay kemst í snertingu við ýmsar fylkingar í heimi Star Wars heimsins og ljóts hérna inn og síðan ætla ég að hoppa í lýtsíðið. Þegar þessi partur er búinn þá opnast leikurinn upp. Þá farðu aðeins meira frelsi í hvernig þú spila leikinn og í hvað röð þú gerir þetta. I don't know. Well, we wanted a shot at the Biggs course. There's a... Okay, Denian. I'm in position. Hérna er góður mælikvarði missionin í leiknum að þú ert að eyða of miklu tíma í að laumast og fækka þeim hægt og rólega. Ég vildi stundum óska þess að það var að gera meira af því, eða að þeir hölluðu sér meira í þessa átt. Þess að hérna ég get stunna hann, en þá er stunnurinn cooldown og það er alveg sannlega langt. Það er stundum að passa sig þegar maður er að þessu eins og maður getur litið vandræðum að þeir eru að rambi bara á vinsinn. Sem þetta er hægt þetta klassíska dót eins og er oft í leikjum þegar þú veist að laumast í svona hágrassi þá getur þarna blístrað. Þú getur stundum feilað þessa parta þannig að þá lendir ég pínu í vandræðum en það er ekkert eitthvað rosalega gróft hvernig það er höndlað. Sem er gott eins og nota hann er til dæmis eins og þetta að þeir gera distraction. Ok, aðeins lengur. Það gerir þetta svona frekar. Núna. Good. Plated. Þú getur líka nota Nyx til þess og stundum er þetta automatic fail, stundum ekki. Þannig að stundum er þetta bara automatic klúður ef þú Þetta er líklega með því með leiðilegri lockpicking minileikjum sem ég hef spilað. En það er ekki margt að mig ég er ekki góður í til að byrja með. Stundum getur Nyx hjálpaði þannig að hann kannski heldur inni einhverjum rofa á meðan þess að opna hurðið eitthvað svoleiðis. Þess að hann hefur oftast fleiri leiðir að komast inn og út þannig er það lítill. Mér leiður núna, ég er ekki að fara að gera mikið þess að ég myndi vanlega að gera eins og að tína upp allt sem hægt að tína. Ég ætla að bíða hann var aðeins lengra. Geta aftur. Showtime, Nyx. Já, svona, það getur strakta myndalinn sem þessu og laumast fram hér þannig. There's a turbo lift, and of course it's got a barrier. I thought this place was supposed to be secure. It is. Whoever it is, they won't make it past the front. Þó þú setur byssu eins og hérna, þá virðist sem ekkert alltaf geta nota hana. En það er líka ekkert hvatt til þess held ég. Sérstaklega sko, það er ekkert drömmulega erfið sem slíkt að eiga við nokkra óvinni. Það er ekkert slíkt vandamál. Það er meira seinna með leiknum þegar þú byrjar að brjótast inn á Imperial Bases og svoleiðis. Það sem þú ert að díla við
Þessi, ég er nú gamall, ég held ég hafi ekki handa samhæfinguna lengur til þess að geta gert þetta mennilega. Ég er hræðilegur í þessu. Það sé hræðilegur í þessu. Svo. Ok, það er tveir hérna. Ok, þér. Ég er að spila aðeins aggressívar en ég myndi kannski endilega spila og það er bara vegna þess að ég er búinn til þetta áður og ég er að fara hraðar gegnum þetta svo ég geti komist að næsta partí. Dammit! Ég er ekki hvort ég hafi náðist eða hvort það var bara... Það er annað sem er mjög gott að það eru svona stöðvar alarmstöðvar og ef þú disabler þá getur það ekki kallað á reinforcement þannig að þú getur nýttið það stundum og gengið frá þeim síðan eftir á. Það gildir samt ekki mynda Jesus sveitna ástæð. Oh shit. Ok. Ekki gera það sem ég er að gera. Ef það er ekki auðvitað. Svo. Þú getur disablað alarminn með því að interakta þetta. Þannig að þú getur stoppað raunverulega fjöru. En það þarf samt að díla við á óvinni sem eftir eru. Svo... Ok, ég kom hérna. Ok. Break into the walls, we're almost there. Ok. Já, hérna slökkti ég á myndan. Yes. Ok, ég er bara álpast þess að álpast ég spennur. Ok. Så. Klálega junction box sem ég er að missa. Hlýtur að vera, það er það sem ég er að flaska. Ég sé ekki það gáðalegast að flýta sér. Ok, þetta fyrir úrskil sem þá ætlum ég bara að hoppa beint út þessu svo að ég geti að kvelja ykkur óþarlega með þessu partí. Gerum við bara ná. Ok, þetta er sérst byrjunleiksins. Ég veit, grípandi staf hjá mér. Hérna er aftur á móti save í leiknum sem er eftir að sagan er búin. Og eins og er algengt í óbúinleikjum, eða semi-óbúinleikjum, þá er þetta að halda áfram. Hér erum við stödd á mjög kunnlegum slóðum sem fólk er að kannast við, Tatooine. Þetta er Mos Eisley. Hive of Scum and Villainy. Hérna aftur á móti sést sem sagt hvað ég segja, hér sést sko á hverju plánetu eru svona ákveðin svæði og sum af þeim eru undir stjórn ákveðinni faksjóns. Hérna kartel, Hutt kartel með þennan og Imperial sem þennan og Hutt aftur hérna undir Hutt algengastir á þessar plánetu. Það er alveg hingað svo ég... Nei, ég get ekki... Nei, ég get ekki ná, ok. Á öðrum plánetum þá eru Huttarnir kannski ekki en einhver önnur samtök. En með því að halda þeim góðum þá hjálpar það til. Eins og hérna þetta er sem sagt reputation system leiksins. Þetta er eitthvað sem kemur strax eftir fyrsta missionið.
Hérna Pikes, Crimson Dawn, Hat og Sheikah. Og Sheikah nýr. Það sem hvernig kemur raunverulega kostirnir við að vinna með þeim eða raunverulega, vinna þessu upp hjá þeim. Og hérna til þess rewards og eins og sérst þá vissi hluti sem ég get ekki accessað út af ég ekki komin í excellent reputation hjá þeim. Og þetta svona brokers, þetta það sem gefa þér missions. Þetta ekki raunverulega story missions, þetta meira bara svona side missions. Og þeir alltaf að gefa þér missions. Það vilst ekki skrifa. Og það það sem gefur þér reppið í leiknum. Og hérna sést til dæmis að það nefnilega aðilar á hverju einustu plánetu sem vinna fyrir samtök, þannig að þú ert alltaf með einhvern sem þú getur fundið samning við. Einnig talva í skipinu sem þú endaðir á að stela í lok fyrsta missionsins. Pyrraðir bossinn sérstaklega mikið, þú stalst skipinu hans sem var ekki með antík en sjálfgeft skip. En þú sést hérna þá náðir finnst mér svona útliti Star Wars finnst mér rosalega vel. Tatooine einhvern veginn, þó þessi eyðilög finnst mér einhvern veginn sú plánta sem einhvern veginn passa best. Það svona veðursystem í leiknum en ekkert eitthvað rosalegt. Eins og sést núna það svona smá móða yfir öllu. Og síðan svona, létti nice cycle sem í leiknum svona getur, skapa stundum flott andrúmsloft. Hérna speederbikeið mitt. Þetta svona þægilegasta leiðin til þess að fara á milli í leiknum. Og sést hérna með önnur ýmis farartæki og hérna fullt á honum. Þetta bara skipa þeim. Þetta svona hættulegasta plánutan, þannig að séð upp á hún mesta svona eins og vilda vestri getur við sagt. Fullt á ofunum. Þetta einmitt enn hæfileikunum sem Kay hefur, svo þú átt að setja mér. Hvað var þetta? Ok, þetta átt að vera fínlega til að sína, en einhvern ástæðum ákvæðleikunum klúraði. Ok, reynda. Ok. Yes, svona var það. Upsi. Stundum getur þetta samt bara illa vegna þess að þú getur lent í því og hann hoppar í burtu á myndavélinni, þá getur lent í að keyra á stein á sama tíma og shit. Ok. Og sem sagt þú veist að miða. Eitt skondið samt hérna að sem sagt þú stundum lendir í því að þú sér hinn faxin sem verður að berjast við eitthvað aðra. Pikes og Hats og jafnvel berjast við Imperial. Þetta allir á móti heimsveldinni augljóslega. Það getur svona hálfpartinn keyrt það niður. Það svona stundum pirrandi betur leiknir að leiðbina manni eins og hérna stendur 2,6 km. Hann gerir ekki kannski frábælega en þú getur alltaf skoða kortið eins og hérna þetta sé gálega bara aðeins lengra en þessi leið þetta alveg að Imperialism alltaf ráðastæður, segir sjálft. Litlu sátt. Vanlega ef þú sér þá ekkert rosalega gáfulegt að endilega staldra lengi við. Það borgar sig bara að halda áfram. En ég veit ekki, Tatooine hún svipað stór og hinum pláneturnar. Þær eins og ég sagði, þær
5-ish. Så við gerum þetta ná. Svo. Þetta allir sé að ráðast að mig núna, það út af þessu missionu sem ég gera. Þannig þess vegna ég svona ekstra eftir tjóktur. Það vanalega ekki svona alveg svona mikið kaos þegar þú ert að fara gegnum heiminn. En ég held að þetta sé ekstra. En þetta ágætt target practice fyrir mig, svo það ekki slæmt. Leikurinn heldur alveg áfram að raunverulega spána. Ég held að hann gera það ný mission fyrir þig sem ekki stóri mission en þú veist svona lítið hliðarverkefni eða svona fleira. Það eru slatti af svona side content til þess að finna í leiknum. Er ég komin eitthvað langt út fyrir þessi aðleika? Nei. Þessi, já, side content að þú getur fundið slatti. Þessi hérna, ef þú ferð lengra hingað inn þá myndur reykast á Sarlacc Pit. Þetta svo fólk var namni lekkir úr þennan Jedi. Það fór lengra inn. Aðeins að þessi mælir fyrir þau ráðsláðu berðast á vindhækkar. Þetta er að sjá þetta ekki maxa hans nægast, já. Þú og þú og þú. Þegar þú byrjar leikinn þú getur ekki skotið mjög svona marga í einu en þú upgradear svona skilltreeið þitt. Það getur gert þetta. Því mínu getur ekki stólið þeirra speederbikes sem væri næs. Já. Skoðum við aðeins með hasa núna aftur. Sko, Imperials. Þú getur notað þetta að skanna með húnum eða þú getur notað bara binocular dæmið og hakka það úr inni. Ah crap, hvað sá mig? Beintir ó? Þarna er hann. Fæn. Don't move. All right, I know. It's over. Svona, dæmi. Þetta er enda stundum frustrerandi, er að það eru sko submission eins og þessi sem eru þeir eru með svona ákveðið svona þröng failure state eins og þarna. Það er ekkert alltaf svo vist að þú mátt ekki nást. Stundum oftast segir leikurinn, það er ekki alltaf þess með. Stundum ertu ekkert endilega viss hvort þú megir, þú veist, bara inn og skjóta það. Þarna til dæmis hefði ég örugglega verið til í að bara, þú veist, skjóta það. Reyndar komið sig blessaði gaurar nú eiginlega fyrir mér. Og maður það minnst leikurinn að það er ekki hann er með fínt autosave í leiknum en þú erst ekki að lenda í að það endur þetta langa leik. Hann varaði reyndar við þrjú í menjúin hvenær síðasta autosave var sem er reyndar pluss. Þannig að þú erst að fá smá tips þar. Ég held að maður getur skotið þegar maður væri sem ekki með þetta í gangi en það er ekki. Getur fústæðinstu þegar það er bara ómikið óunum eins og hérna. Þegar þú veist, svo klálega að fara að lauma þér eitthvað og það er umfamið einhverja gauðir sem er alltaf þig. Þannig að ná fyrir að passa mig á því sem sagt. Fyrir ofta mikið, þú getur líka orðið sem sagt wanted af Empire. Þá kemur svona ákveð svona manhunt system í gang.
ég aðeins langt frá þessu? Ég held að, júps, ég vil stað. En já, þegar þú ræðist á Imperials, þá getur þú lent í því að þá svona wanted system eins og í GTA. Og þegar það er komið í max, þá spawna svona Death Troopers sem svona svartir í svona svartum armor Imperial-gaurar. Þeir eru frekar erfiðir. Og eina leiðin til að losna við þá er annarkvort að koma þau bara burt og fela þig, eða að ná að hakka þig inn í tölvu eða múta einhverjum spilltum Imperial, eða sem sagt fara og drepa það og fara inn í tölvukerfið þeirra þá. Þá getur afturkallað raunverulega eltingaleikin á þig. Svo. Hvers sem þú gerir ákveðna hluti eins og hérna, þá getur þú unlockað nýja skilla eða bónusa. Já, fyrir Nyx til dæmis. Og það sést hérna til hlýðar hvað þú þarft. Hérna vantar mér bara í hlutaftarmati. Það eru ákveðni kardir sem getur hitt leikinn sem eru svona experts. Þeir gefa þér ákveðna bónusa. Og þú þarft að leysa ákveðin verkefni eða safna ákveðna hlutin til þess að opna fyrir það. Og þeir koma raunverulega gegnum, sumir koma gegn söguleiksins og aðrir koma gegn svona hliðarverkefni leiksins. Þetta er ekki nauðsynlegt en þetta hjálpar mikið til að svona gera vissa parta auðveldari og pluss að þeir gefa þér ákveðin tæki og tól sem leyfir auðveldari að brjótast inn og svoleiðis. Þannig að það er alveg vel þess virði að gera þessi mission, pluss að þau eru mörgaðum bara skemmtileg sko. Þetta getur við breytt lookinu eins og við viljum. Ég er búinn að vera samkvæmur hérna. Síðan er ákveðnir sem sagt búningar sem gefa bónusa, svona startbónusa. Á meðan aðrir gefa engan bónus til dæmis. Þannig að þú getur customizað svona lookið og síðan ef ég man rétt, svona transmog eitthvað system sem leyfir þér að umbreyta útlitinu. Þú getur svona afgöta byssuna þína með því að safna hlutum og síðan ásamt því að upgrada sem sagt speeder þinn og skipið þitt. Og ég er einmitt búinn að vera svona að dúkla mér í gegnum það núna að klára, mér vandar einn hlut hérna. Mér vandar einn hluti viðbútt til þess að vera búinn að lakka allt hérna. Þú getur kallað á Gamescape á vissum stöðum en ekki allstaðar. En það eru síðan mission sem gerist í geimnum. En gamesvæðin eru ekkert rosalega stór, þau eru bara svona svæði í kringum pláneturnar. Þau eru ekki neitt utan við það. Þannig að með tilfengum að það að vera svona. Ég komast þess leið, það væri úrslega næs að vera hægt að klifra aðeins meira í leiknum svona svipað eins og þess að skrýta eitthvað leið. Það er stundum brústurandi að það er svona, eins og í sumir leikjum að það eru vissir kaflar sem þú getur klifrað, vissir ekki. Já, eins og hérna þá get ég kallað á Gamescape mitt. Þetta er ekki að sjá það bara í beinni. Svo, þetta er sem sagt Trailblazerinn og það er líka þægilegt sko, þú getur gert vissa svona hluti hérna. Sko, ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað hluti af Pre-Order Dotinu eða hvort þetta sé hluti af einhverju öðru.
Hérna þeim getur uppbyrta byssuna þína og allt saman ef þú ert með hana. Ég held aftur að hann er Nixi með klepp stelsíki, þess að það búið að vera að bætast í hopniðan svolítið mikið á ferðalögum okkar. Hérna getur líka accessað, contracts, þú veist, þannig að það þarf ekki verið að fara inn í borgirnar endilega til þess að byggjara það. Sýna eitt hérna snöggvast. Ég get ekki farað þess að ég er í miðmissjoni. Góð ég. Svo, aðeins að djúsa blossa heads eða það er glemt að stunga því hlæðslu. Svona. Svo sem I'll be back, Andy. með hljóðarinu. Ok, þá verðum við að klára þetta. Come on, push fast away. Sýningur eitt hérna, sko þetta er sem sagt allt Tatooine mappið og sem getið zoomað út og þá er hérna svona geimurinn í kringum Tatooine. Hann er þetta mjög basic í Tatooine en hann er með aðeins fleiri hérna. Þetta til þetta er fyrsti staðurinn sem þú raunlega byrjar á og hérna er þetta að sjá til dæmis landin í kringum og raunlega skoða og hingað getur þú farið og fast-travelað á milli plánta án þess að raunlega fara í gameskipið. Það er ekki að tjekka hlutina. Svo, there, not that one. Ef þið hafið einhverja spurningar, endilega spyrjið bara. Akkur held ég að labba inn í allt annað mission, eins og ég labba inn í allt annað mission. Það er stundum að skipta á milli vissa ammo-kjála þegar maður er að berjast í vélmennum. Þess að þau auðvitað er ekki með sömu. Þú getur klikkað upp vopnum eða óna en bara raunverulega ammóið sem þau eru með, ekki neitt meiri en það. Svo. Það er stundumsvækjandi að þú erst ekki með meira en bara þetta einu vopn. Þú erst raunverulega bara með blastarinn. Þú erst ekki með annað. Svo, þetta buds. Svo. Það er óskemmtileg vinna og bara hleypa burti í staðinn fyrir að hjálpa þeim. Hérna kemur með gott dæmi að sem sagt hérna kemur valkostur menna ég er að gera þetta fyrir einn aðilann en hinn aðilann getur búið með sem hérna 800 credits reppið eða 1000 credits og eitthvað mínus þannig að þetta er svona, já, hvort vill ég það er algjörlega raunverulega frjálst hvað þú velur en það sem þetta í huga er að þetta hefur áhrif á reppið einhver leyti þannig að það spilar inn í þú ert að reyna að halda einhverju fylkingu góðri vegna þess að því vandar kannski access að svæðið þeirra þannig að hvað? Þannig að það komið upp í hann. Það er
ákveðin pluss líka við að vera að vinna sig upp hjá byltingunum vegna þess að þá opnast þetta fyrir aðgangur svæðið þeirra og það þetta gefur tækifæri líka að stela þessum hlutum. Til dæmis í held öllum borgunum þá sem sagt þá svona fjársjóðsgeymslur sem glæpasamtökin eiga. Þú ert að finna kort, svona datakart til þess að unlocka þér og þá ágætislega gott loot í boði ef svo er. Ok, þetta er pínu sem þreytandi en ég ætti vonandi að geta að það er eitthvað ok, ég er ekki að gera Pirate Raid, ég ætla að bara skil mission er búið en ég get ekki eða hvað, þarf ég að gera þetta? Síðan eru ég á svona ákveðnir event sem verða. Þau eru bæði á landi og í geimnum eins og hérna. Þú getur stundum með þess að þú nógu góður, náðu laumast inn og ná drastlinu meðan hinn byrjaðalinn eru að berjast við ykkur á milli innbyrðis. Þannig að það er ekkert endilega nauðsynlegt að fara að taka þátt í bardaganum frekar nú vilda sko. Það er þriðji, já. Svo hérna ég ætla aðeins að leyfa þeim að díla við þetta með hann og sem bara grípa skipið og svo en við leiðum bara Pirates að vera eftir Þetta er raunverulega bara event, þetta er svona þetta er svona random event sem gerast annarslega í heiminum. Þannig að það er algjörlega þér sjálfvalið hvort að þú ok, okkur finnst mér eins og ég sé að gera eitthvað vitlaust. Eins og sést það eru alls konar missions sem ég pikkaði gegn tíðina, ég er svona búinn að vera að dúlla mér í gegnum sundaginn. En það sé að þetta er að gera. Jöp, ég ætla að vera bara þangað, það var eins og einhver flaska. Þess vegna fyrir að lesa ekki nógu mikið generalist. Ég er svona maður. Stundum meira eins og ég bara miði á alla steina einhvern veginn. Það er ekki breykum í úlóðsum við hérna. Þú updatear speederinn þannig að hann getur farið hraðar bóli meira og síðan meira sér einnig plántunni þarfstu að geta farið yfir vatn á þessum svæðum og það er story mission sem hjálpaði þar að unlocka það fyrir speederinn. Þannig að það er svona opnar upp umhverju og í svipað eins og getur við sagt í mapleiki með einhver leist þá eru ákveðin svæði til að byrja leikinn sem eru ekkert aðgengileg fyrir því strax vegna þess að þú ert ekki með rétt hólunutækin fyrir það en seinna með verður með það og þar leiðandi getur þú komið aftur og unlocka það. Það er eins eitt hlutur sem þú fari ekki eiginlega í loka missioninu
Þá er ekki með þá sem þú loksins getur notað og fara tilbaka. Þannig að það var ákveðin staðir sem ég var búinn að reka staði leiknum sem ég var alltaf að hugsa mig langar að geta komist þangað. Og ég var alltaf að bíða eftir því að leikurinn segði allt í einu, hei, það mátt nú fara þangað. Það var bara alltaf því ég var ekki með eitthvað hlutinn til þess að geta gert það. Stundum pirrandi þegar allir og ég vil ekki segja ammaður endalega, en allir glæpamenn svæðisins virðist allir sitja hérna. Vonandi að þetta búið á getur testa gamepastan aðeins. Sýndi ekki þá. En ég veist þá er þetta passaleikur, það er ekki mikil mála. Hei, keyrðu á vegg á þess að ég þurfti að hjálpa honum eða nei. Það er hugsamt á hann. En bara fleiri myndi gera það. Ok, koma bara. Vanalega er nóg að fara langt í burtu prófunum og þá láta það uppi. Sko ef ég veit að vera komin á hattsvæði núna venjulega og væri ekki með, þú veist, að vinna mig upp í þeim, þá væri fleirinn bara og bandits að skjóta honum. Það sem ég er búinn að vera að gera slatta missionu fyrir þau, þá er ég að hjálpa þér. Það er líka trophies eða achievements í leiknum fyrir að vinna sig upp hjá glæpasamtökunum og síðan eitt trophy sem ég ætla að gera mitt sem er að vera á skipræstanum alveg búinn að fara með reppi í botn. Ég er mitt með á dasgranum ekki að meina hún að gera það næst. Já, það er komið. Þessi vanlega sem að droppa öll í. Ef ég var að koma hérna til þess núna og ég var ekki vinnu eftir þeim, þá verður þeir bara skjótandi minna núna, sko. Independent, náttúrs. Ég ætla að maxa. Alveg eins og sko, hérna er til þess vendor sem myndi ekki tala við mig ef ég væri ekki nógu vel hátt settur. Nei, ok, þetta er ekki vendur, en það er semst oft vendur á einhverjum stöðum. En síðan eru reyndar restricted svæði. Jafnvel þó þú sett vinnum eftir þeim, þá er það ekkert bara að gefa þér einhvern rosalega break þarna, sko. Þannig að þá þarfst stundum að laumast eða skjóta bara allt saman sem þú sérð til þess að komast áfram. Ok, núna ættum við að vera litið gaming loksins. Hi there, Andy. Hi, Kay. Welcome back. ND5, hann er cool. Time to go. Við kynnumst honum snemma í byrjun leiksins eftir að fyrsta missioni fyrir úrskeiðis. Sko, leikurinn er ekki Starfield með No Man's Sky, en maður bara svona aðeins að fljúa. Það er ekki loading screen raunverulega þegar þú ert að fljúa upp og niður. Það sem er næst að þú komið plánuna eftir að þú er búinn að fara á milli þeirra svolítið. Þá getur þú valið lendingastað þegar þú ert að koma. Ok. Það er undar ekkert rosalega mikið í Hutspace til þess að skoða. Svo við ætlum að kíkja bara hingað. Það er miklu flottari staður. Já. Það sé hægt að customize til dæmis skipið þannig að þú getur ráðið hvernig exhaustið úr vélunum lítur út, það er mismunandi litir og fleira og alls konar svona
customizable dot. Held að þessi flottasta gameboard. Þessi blandar enda svona snjóbæðdæmi en sem borð þá finnst mér umhverfið þá finnst mér þetta einna flottast. Getur því miður ekki spila fyrstu persónu. Það væri næs að geta svissa sjónum þegar maður að spila en því miður það ekki. Það eru hérna staðir sem þú getur skannað og hérna eru pirates sem þú getur díla við. Stundum er það mission, stundum er það bara þau langar að gera það. Þeir eru ekki með sömu fylkingadæmið og hinir, þannig að þú ert ekki að díla við reputations og slíkt. Þeir eru alltaf bara fúlir. Það getur verið gott að vera með scrambler á skipinu sínu sem leyfir þér að rugla, þannig að þá geta þeir ekki kallað eftir aðstoð. Þú sér það nefnilega á skjánum ef þeir eru að reyna að kalla eftir aðstoð. Ég er búinn að hafa okkur reynslu. Það er hægt að fara hérna í gegn vegna þess að þú sér það ekkert rosalega langt fram fyrir þér. En það er kostur að það eru alls konar óvæntir hlutir sem leynast hérna í parasitnapartinum. Þannig að það er vel þessi virði að kanna þetta svolítið vel. Þannig að ég er að koma með mission. Ef þú ert búinn að koma þér í algjöra klemmu hjá Imperials kannski, þá getur þú bara hingað og borgað fyrir að losna undan losna af skítalastanum hjá þeim. Já, nú getum við ekki stokkið hvað sem er, en það er enda mjög auðvelt að ef þú til dæmis pirrar á þarna Imperials og mikið þá getur þú lent í þeir fá bara skip, heilu herskipin á þér sko. Þannig að þá borgar sig að passa sig sko. Hérna til dæmis hérna til dæmis Empire með dæmi. Ef þú verður hingað þá er góð leið til þess að pirra þá endanlega off. Inni eru nokkrar svona stöðvar eins og hérna sem þú getur farið í og það er hluti af mission eða það getur gefið einhver side missions og eitt aðmissionið er einmitt að fara á svona stöð. Þannig að það er einmitt svona, það eru reyndar ekki margar. Því miður. Ég myndi stundum vilja þess að gamestur leiksins var aðeins stærri. Ég hefði mist ekkert múti í sko, en þetta er samt alveg ágætt sko. Það er svona sem hann segir um leik, þetta er open world leikur eða svona semi-open world leikur. Hann er ekkert eitthvað brjálega þess að stór en hann er samt með að vera með nokkra plántur og umhverju svona bæjams til þess að fara þá er samt fjölbreytni í heiminum. Ástæðans þú getur einmitt farið og fundið kontrakta hérna og líka upgrade skipið svoleiðis. Ég held að hann eigi alltaf eigi það sem ég vantar. En hérna getur líka breytt einmitt útliti paintjobin á skipinu og öðru. Vendrar er ágættur því til að þeir eru með sem sagt svona fast að hlutina og leifar að selja svona glingur en einnig er með hérna sem sagt eins og hérna. Þetta er það sem ég vantar en mér vantar það svona eitt fiberdót eins og hann selur það að nei, ég veit ekki. Þannig að þú getur stundum treytaði með hlutum fyrir
aðra items í leiknum ef þú ert með nógu mikið, þannig að það er svona hvetur þig til þess að pikka upp svona allt sem getur fundið. Það er eins og segi nokkri mínileikir í þessum leik, meðal annars eins og þessi sem spilakassar. Það er með trófi fyrir hann á high score í leik, það skiptir ekki máli hvaða. Ok, já, það er við. Þetta er aðeins að rættra mig. Ég er búinn að finna annan mínileik sem er betur fyrir þetta. Með max lenda nokksum þrísvar eitthvað. Ég er ekki mjög tæp hvað þetta. Hættur á þessu. Það er stundum byrjandi getna aðlagna. Come on. Og þetta var ekkert frábært. Eins og sést, neðstur. Þetta er ekki uppáhalds mínileikur af minn. Það er meins að, sko, þessi er betri, finnst mér. Þessi skemmtilegri, svona Asteroids Galaga. Það er alltaf passi á loftstjörnum. Þessi ég sýni aldrei pínu hérna. Sýni ókslega margir á þetta eru skotu sprengi. Þetta er svona sá sem ég mest að trúi ég geti vonandi ná heiskólinu í, þannig að ég fengi trófíum fyrir að vona í. Þetta er bara að einbæta sér á svona tíma. Ekki þessi eitthvað sérstaklega góður í þessu. Það er örugglega einhverjar á netinu sem áttur að rúlla í gegnum þessa leiki alla saman eins og ekkert sé. Ég veit sem ekki hvort að maður sé bara nóg mörg stig fyrir að sprengja á þessu. Nákvæmlega, nei. Þetta var ömurlegt. Ég man ekki hvort að sé Sabak. Sko Sabak er svona fjárspil. Þetta er eins og útgáfa póker eða eitthvað þessu. Nema að hún er svona, já, aðeins fyrir ofan heilu söluna mínar. Að miðju. Þessar geimverur alltaf byrjandi. En ó já, tekum við fram, já. Það er alveg þú þurftu aldrei að pæla í eldsneyti í þessu leik. Það er ekki eitthvað sem það þarfst að hugsa um. Hi, Andy. Welcome back, Kay. Okay. Já, nú erum við kíkt á ánættuna.
Þú getur ráðist á skip og reynda að stela kargónu og svoleiðis, en það spursmál hver gáðlegt það til lengdar, myndi ég segja. Þú getur valið bara hvar þú lendir sem þægilegt. En kallar ykkur quick travel systemið almennt var hratt í leiknum. Það er aldrei ómikið vandamál, getur við sagt, á milli staða, jafnvel vanda. Leikurinn svona, ég myndi segja svona frá það sem ég hef lesið og það sem ég hef séð sjálfur, svona 20-30 pluss tíma leikur að fara gegnum söguna og allt það. Og síðan það auðvitað meira ef að þú ætlar að klára all side missionin og ná achievementum eða trófínuleikunum byrja bá. Síðan alveg fínt og síðan þetta búið að tilkynna að leikurinn mun fá DLC, þetta Season Pass eins og algengt og síðan eitthvað frítt content ofan á það. Sko, það closed í geimnum, ótrúlega satt. Sjá, erum við með eitthvað mission hér sem við langar að kíkja á eða erum við mission plantum sjálfur? Það er svona planeta sem fyrst til að byrja með rosalega óaðgengileg vegna þess að þú ert ekki með nógu mikið af upgrades fyrir skipið, eða fyrir speedræðin. En síðan þegar þú ert komið með það í gegnum söguna þá næst getur sagt þetta svæði þannig mikið upp. Vildum að geta verið með mjög sem heitir speedra, það var næs. Það var ekki viljandi, honest. Ok, ég hef einhvern veginn árgað að gera inn í Empire dæmið sem ég ætla ekki að gera. Það er stundum svona hægt að týnast í þessum leikjum, eða sérst forðanum. Þú ert ekki með neitt nema bara rétt áttina og jafnvel þar þú getur slögt á því þú vilt algjörlega þetta bara hana el-natural við sumum leikjum. Það sem ég leiti hérna niðri. Akrabastik. Vil ég klúra þessu pínu? Jú, í staðinn fyrir að vera upp þá hefði ég átt að fylgja ánni. Ok. Takk fyrir það. Því eins og fyndi, eða aðstæðstundum að stundum þú veit að fara gegnum gróður, ekkert mál, keyrur niður, sækja sig og annars skipting keyrur eins og það bara lenda grjót. Já, þetta er réttlega. Í byrjun getur ekki farið yfir venjulegt. Þetta eitthvað. Ég er ennþá að ástæðan í skýtfist að þessi görur heinin í hans ef það er ástæðið svo það er eitthvað svo ok. Ég er ennþá að spá í þessu rauða, hvort að maður muni fá já, myndi mig á, ég ætla að, já, resetta þetta gameplay þetta er enda mjög þægilegt hérna, það er að breyta þessu sem kemur að góða notum þegar þú ert að spila það bakka vegna það er svolítið
frustrerandi. Já, hérna, slack og minigame. Ef við gerum þetta, þá þarf ekki pælinu, geta byggt þetta sem er mjög hendigt. Sko, það er fínt að hafa auðvitað minigamein í gangi þegar þú ert að byrja að spila leikinn, en þegar þú ert að spila leikinn fyrir 40-50 tíma þá verður þetta mínir reitt. En eins og allt þannig í leikinn. Þannig að það er næst að hafa option eða að geta slagt á þessu. Þarna er það sem við erum að leita. Já, henni er gott dæmi. Þetta er einmitt hlutur fyrst þegar maður byrja leikinn. Maður sá svona veggi og hugsaði maður engilega góðst fram hjá þessu. Síðan setna mér bara gætir í bysnuðina sem gera það kleift að ná þessu. Svo er ég þá komin með það sem ég er leitað eða er það bara annað? Ég held sem annað. Jep. Tjekka það áfram. Þegar ég öllum svona Ubisoft tegunda með leikinn þá er rosalega auðvitað að vera sidetracked. Ok, það er ekki að vera. Hérna er eitthvað. Sko. Þetta er einmitt gott dæmi hlut sem í byrjun leiksins er ekki aðgengilegur en seinna meir er það fyrir að koma með rétt upgrade-in. Það sem er cool í þessa blóndi er að það er svona fullt af hlutum hérna í frumskauðinu sem er búið að vera að hverfa hægt rólega. Svo. Það var nix með eitthvað þá vanlega að tjekka með það. Svo. Þetta er svona gott dæmi maður eða smá tíma svona í svona. Síðan stundum er svona eins litla environmental booster. Það kallar eitthvað sjaldnast flóknur. Eins og hérna þá er þetta ef mann er svona já, ok, þessu er það 4 ljós, þú bara verður nóg snöggur að þessu. Það eru mismundi svona púslunar en það er vanlega aldrei rosalega oflóknar sko. Þannig að það er gaman samt að því. Það er stundum þarft að rannsaka þessi. Það er gaman að það eru kannski gert meira á því. Mér fannst það oft mjög skemmtilegir kaflar svona til þess að brjóta þessu spilin leiksins. Ég er svona eins og sést þá er ég svona búinn að vera einmitt að klára þessa parta núna sko. Síðan er hægt að fara hérna og sjá allt blandan. Hendum fyrsta blandan sem að fyrir á Cantonica. Þetta er sem spílavitið er sem var ráninn frá framhaldleis. Sér það er svona það sem byrjar fyrir alvöru fyrsta blandan sem fylgja þá. Tatooine, Ginny og Akiva.
ekki væri ef ég mann ný pláneta, hún var búin til. Þetta er alls konar svona collectathon til þess að safna eins og gengur gerist. Það er einmitt mission einmitt sem snýst einmitt að finna einhvern fjársjóð, svona einhvern gamlan svona fjársjóð og veist að fara gegnum fullt af svæðum í leiknum og finna hann datapads til þess að grafa upp upplýsingar þetta. Ég held ég sé svona langleiðin að koma með það. En ég hef ennþá eitthvað smá eftir ennþá. Það er hérna svo eitthvað sem ekki sem já, Jet Cordo's Legacy. Það er ennþá hérna, ég er ennþá að vinna mig gegnum þessa pasta einmitt núna. Þannig að ok, ekki þetta núna, ok. En ég með þó, ég má að kíkja á pröfa að brjótast inn í Imperial Base. Það er ekki eitthvað máli. Imps, eins og allir kalla Imperials í starfsefnum eða hérna nöðsakastir. Fyrst þú gerir eitthvað svona þá splatterar það strax og gera það. En þegar þú erum að byrja speedrinn þá veðrið er ekki alltaf svona, en þetta er svona gott dæmi veðursystemi í leiknum og það er svona pínu breytilegt, getum sagt. Og stundum er svona veður og önnur skipti er bara, já, fallegt og rólegt veður. En augljóslega með við hvernig plánetur á það sem kemur þetta ekki svona óvart. Það skulle vera svona. Eins og ég sé bara beinst þetta aftur út í sjónu. Eins og ég sagði á hann, það er rosalega auðvelt að vita stundum í leiknum eða. Svona, hvað er vegurinn er? Ok, það er það. Ok, nú er þetta komin rétt slóða. Granát. Svona. Ég held þessum hvað er það slóða? Við getum bankað upp í Imperials. Að skjóta Stormtroopers og Nazista og fleiri karaktera í leikjum bíómyndum er bara aldrei leiðilegt. Þetta er bara þannig Svo, ok, ég að lappa inn í eitthvað annað hérna. Ok, mér sýnst hattarnir verið að gera eitthvað. Ok, þið bara truflið þá Imperials bara ekki fyrir mig á meðan og ég skal reyna að lauma mér inn í stöðina á meðan. Hérna er svona góð leið til þess að sjá svona aðeins gameplay í leiknum. Það eru, þú getur reynda bara front doors, myndi ekki mæla með því, en það eru aðrar leiðir. Þannig að það eru nokkrar mismunandi leiðir inn vanalega. Þannig að ég man ekki hvort ég geti eyðilagt á það ekki. Tökum ekki sénsinn. Nei, þetta er mjög algeng leið svona. Maður fyrir gegnum laumast aðeins reynir að nýta sér. Ok, hérna er gott að mig. Hérna til sér larmið og við erum endilega nix að eyðilegja það. Þannig ef hún myndi núna allt í einu kalla á einhvern þá getur hann ekki gert það vegna þess að við erum búin að disabla alarmi fyrir þetta svæði. En það eru mörg alarm svonlega og við, en það er ekki nóg að það. Ég er eitt. Hérna til þess kemur góð nótum að maður geti falið manneskjuna. Það er auðvöldar fyrir mig til þess og hérna til þess nákvæmlega. Það er gott að mig, þessi guður. Nú er ég að laumast að honum og svona. Og ég væri alveg til í frekar ef ég geti það er svo mikið áhættan þegar maður er að stoppa berja sig gauðra
að sem sagt tryggera einhvern annan óvinn eða bara með því að þið sjá hann. Það sem ég var búinn að fjarlægja hína þá minnkar þetta líkurnar að það geti kallað alarms. Ég segi það eru nokkar leiðir inn og út sem stór plús upp á að geta aðeins þetta verður að geta stólið opnum þeirra. Síðan svo hérna, sko, þá eru tölvur sem þetta hakkað inn í. Þannig að þú getur nýttir þarna þessi myndarlegi bara hlið. Já, það eru tölvur til hakkað inn sem geta bæði slökkt eins og þess alarminu og líka myndavöljum og þú getur hakkað inn til þess að kannski sína með þetta. Disable turrets, þá slæsar við inn. Það er svona smá mínleikur hérna, en hann ég fannst þess alltaf miklu þægilegur en hinn. Þetta er bara svona, þú veist, með bláis þá ertu búin að finna varanlega stað. Gult gefur finna að þetta er réttur hlutur en ekki endilega kannski á réttum stað. Þín áður eitthvað vísbending svona meira upp á að gera þetta en ég er aldrei eitthvað frábær í því. En þetta lukku þá er leikurinn sæmilega góður upp á að gefa þér break. Nú er ég búinn að slaka kerfinu, ég er búinn að stila á peningum og fleira, þannig að ég er sæmilega vel settur og geta haldið áfram og stóli. Það fyndið, sko, maður myndi halda vélmennin myndu segja til manns þegar það sæði mann, en þau verður sig ekki gera sem er til fyndið, sko, maður hugsa með þessi stundu bara hvernig stendur það því sért ekki bara að öskra á verðina, sko. Ok, þannig að þú típist. Ok. Svona. Þessi mínleikur fannst mér miklu þægilega dílaði einhvern veginn. Ok, hvert er ég að fara eiginlega? Ok, það er einn og það er kamera. Við viljum að þú slakkur á þjóðkerfinu fyrst, eða aðvörunarkerfinu fyrst. Miklu öllur að díla á allt saman ef það er ekki lengur. Þessum myndið sem getur stundum valið nix og látið hann annarkot ráðast á henni. Eða Wreck hafði þau byrjaði bara að byrja að ráðast og bara klóra í það aukluðis. Byrjaði bara að skjóta vilt og galið og þeir stundum geta þess vegna meira sér drepið að enginn kringu sig. Og það er bara að gera verkum það er færri fyrir því að díla við, sko. Okay. Hérna er svona góð dæmið að þú ert stundum að gera svona að þetta er ekki bara skjóthald sem hreyfist eða eitthvað annað. Það er svona, þú veist, það er viss fjölbreytni í missionunum með mitt. Mér gengur frábærlega vel eða þannig að finna þetta. Ok, ég var ólengi
lengi. Nei, þannig að þá ég vonandi búin með hlutina hérna. Here it goes. Það vanalega svona erfiðustu staðirnir að laumast inn í herstöðarnar hjá Empire. Sem hversu skiljanlegt auðvitað með við að þú veist að, já. Síðan eru voldsemið því mér langar einmitt að brjóta síðan þessa. Sjá. Sjá hvort við getum aðeins. Gerðum við hér. Ok. Það er eina næs að leikum sýnir stundum hvort að hluturinn sem þú ert að leita er... Headphone það sem er strömlaus. Eða sem sagt, hann sýnir sem sagt já, hvort að varan eða hluturinn sem þú leita sé fyrir ofan eða neðan þig. Það er gott. Góð hlut sem er að gera með nix. Hann tóði handspringinu á görnum og já. Það er oft hendur leið að fækka andstæðana aðeins. Það er mjög fínt, þú getur pikkað vopnið þeirra en þó að því miður það sé ekki að brákaði lengi. Ok, volkaxis ekki þessa, en frekar þessa átt. Down he goes. Where nobody knows. Ok, byggjum að þessu töluna. Disable camera, auðvitað, gerum það. Efsta logun. Ok. Disable kamera, þá erum við aldrei að díla við þá. Og það var nix að ganga frá þjóðurinn, en akkur sé alltaf þjóður. Ég veit ekki akkur ég segi þjóður. Það er einhver voðalega vitleysa í minni hálfu. Dammit. Já, ég var að gleyma að það Það var bara til stillingunni, þess vegna erum við að gleyma að núna, aftur um þetta get ég. En fyndi, vélmenn sér mig, ger ekki neitt. Já, það var einu viðbót, það var ekki séð. Úps. Hvað er hér? Það er pínu stundum frumskór að rata í stöðunum. En datalukku það ekkert eitthvað rosalegt. Sko samkvæmt þessu þetta 70 og 50 km frá mér. En ég fer upp þá... Jú, niður sem ég fór hingað. Ég myndi segja niður hérna einhvers staðar. Þessar rúnur erfiðari.
alltaf betri vopnaður. Það getur maður spila þetta. Svo. Ég held að ég hef verið með yfir þetta. Bílska. Hérna er eitt. Það kannast að gera allt vitlaust þangað nærri. Ok, slaka alarminu. Ok, þetta beint við neðan. Ok, þú átt ekki, maður á engar séðan saman þessum við. Ef þú lendir þeim þá er bara best að hlaupa í burtu. Ég minnst ekki enn það er ekki það neitt vopn sem getur kleift að díla við þá, annað en bara taka sprettinn. Svo. Það nýta mér að ég veit ekki tekið meira damage. Ekki þessi. Já, ég er að streyma í smást í viðbót. Ég er búin að streyma í 2 tíma, sem er alveg sannlegt. Ok. Nix, you're up. Svona. Vandið við þennan gaur er að hann er sterkari en þannig að það virkar ekki á bugger. Þetta er stað. Gallinn er að leiknum pásast ekki fyrir því. Hvernig er þetta hægt? Hæ? Veile bara einn kambarat, frábært. Bara bíða eftir þetta að gera hætti, eða? Sjá. Þannig að þú ert ekki með neitt vopn með þessum gaur. Sama hvað. Nefnilega, þetta er þess að getur gerst. Það er bara döðsmatur. Þá resetar allir hermennir en það sem var svona að opna fyrir ef henni pikka upp fyrsta lagi. Ég er að hugsa að segja þessu lokið hérna bara og klára þetta hérna. En þetta er sem sagt Star Wars Outlaws sem er komin út núna fyrir það sem keypti dýraútgáfu leiksins, en fyrir alla aðra kemur leikurinn út á föstudaginn á Xbox Series S og X, PlayStation 5 og PC. Endilega kíkið á Nerd Norrisins heimasíðuna þar sem við erum með gagnrýni á leiknum og hægt að fræðast fullt þar. En ég segi bara takk fyrir mig í bili og við sjáum fljótlega aftur. Nei.